Og velkomin í annan þátt Hinnar Reykjavíkur. Við erum hér í dag, ég, Daníel Örn Arnarsson og Laufey Ólafsdóttir. Við ætlum að ræða húsnæði, bæði ætlum við að ræða hugmyndir sósíalista byggingafélag Reykjavíkur og einnig félagsbústaði. Okkur tókst ekki að smala saman raunverulegum sérfræðingum sem hafa alvöru reynslu af því sem við ætlum að tala en þannig að við verðum bara að hlusta á okkur Laufey tala saman í þetta skipti og þátturinn gæti orðið örlítið styttri heldur en við viljum. En allavega, Laufey, velkomin. Takk. Hvernig hefur það? Jú, bara svona ágætt. Okay. Með að við aðstæður. Með að við aðstæður, aldur og fyrir störf og ýmislegt slíkt. Já, alltaf. Já, en við ætlum að byrja á því að spjalla byggingafélag Reykjavíkur. Við Sanna höfum lagt fram tillögur slíkt. Varstu búin að skoða það sem að ég sendi þér? Já, ég hef aðeins skoðað þetta og ég man einmitt eftir þegar þetta var lagt fram. Þetta fylgist ég aðeins með ykkur. Já. En þetta náttúrulega okkar mati algjörlega nauðsynlegt fyrirbæri. Þar sem að Reykjavíkurborg er miklu betur í stakk búið til að taka lán og kaupa stórt og gera ýmislegt en venjulegt fólk. Gæti þar af leiðandi farið á svig við lóðabraskara, gæti farið á svig við óþarfa álögur hjá fyrirtækjum eins og Bíkó og öðru og þyrfti ekki að borga, gæti gert þetta töluvert ódýrara heldur en önnur félög. Við höfum lagt til 2 tillögur. Við lögðum fyrst fram tillögu það að þetta yrði bara sett í gang og að hin ýmsu svið Reykjavíkurborgar myndi koma að því. En svo lögðum við líka til tillögu að Reykjavíkurborg myndi kaupa einingahús að utan og bara smetla upp eittur og bingo. Af því að við búum við leiðilega húsnæðiskreppu sem að enginn virðist einhvern veginn vera vilji til að leysa. Laufey, viltu koma eitthvað aðeins? Já, ég er alveg sammála því. Ég náttúrulega sit í stjórn félagsbústaða á ykkar vegum og er sem sagt fulltrúi sósíalista í stjórn félagsbústaða. Þannig ég hef aðeins komið inn í það, en ég líka leigjandi hjá félagsbústöðum, er fyrsti leigjandinn sem situr í þessari stjórn. Og ég hef verið leigjandi hjá félagsbústöðum síðan 2004 að mig minnir ég hef gert fyrsta leigusamninginn og var þar á undan bara í leigumarkaðsharki, þannig að ég hef kannski frekar langa reynslu af heimilisleysi og heimilis bara harki í Reykjavík og náttúrulega húsnæðisvandinn er ekkert nýr. Það var svolítið, eftir hrunið var svolítið látið, sagt að bara allt í einu voru svo margir í þessum aðstæðum, en náttúrulega fólk eins og ég var náttúrulega einsta móðir á þeim tíma. Við höfum alltaf verið í þessu harki. Þetta breytist ekki þannig séð fyrir okkur þó að það er rosalegt hrun, bara fyrir utan að allar nauðsynjar, verðið á öllum nauðsynjum hækkaði og þannig að við fundum afleiðingarnar en gerðum ekki neitt á okkur. En það er önnur saga. En þessi húsnæðiskreppa, það sem að náttúrulega fólk með lágar tekjur náttúrulega er bara í gífurlega veikri stöðu á húsnæðismarkaði. Náttúrulega fyrst og fremst af því að leigan er svo há, en líka í öðru lagi vegna þess að við kannski erum ekkert ákjósanlegustu leigjendurnir. Við getum ekki öll sýnt fram á stöðugar tekjur eða þannig að til dæmis ef við erum að leita að húsnæði, við förum og skoðum og það er alltaf einhver sem getur yfirboðið eða einhver annar sem er ákjósanlegri leigjandi sem er með fastar tekjur og hærri tekjur og allt þetta eða getur jafnvel yfirboðið. Þannig að við erum svolítið náttúrulega bara
undir á þessum, þú veist, á meðan þetta heitir húsnæðismarkaður, náttúrulega, þú veist, við sósíalistar náttúrulega lítum á húsnæði sem bara mannréttindi, ég meina það mannréttindi að eiga heimili. Þannig að þetta ekki, húsnæði náttúrulega bara ekki eins og hver önnur markaðsvara, þannig að sko fyrir mig þá náttúrulega myndi þetta vera mjög ídealt að náttúrulega borgin bara sæi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis sem að þá hinn almenni borgari gæti leigt eða keypt. Og það náttúrulega, þú veist, vel flestir sem vilja kaupa því það náttúrulega svo mikið öryggi í því. Það náttúrulega annað sem að maður svona horfist í augu við þegar maður er á leigumarkaði og það þetta rosalega óöryggi. Og ég man til dæmis eftir þegar ég var á almennu markaði að það var alltaf, þú veist, þú gerði kannski leigusamning, það var bara hátíð þú náður að gera leigusamning í ár. Sem náttúrulega samt ekkert öryggi vegna, sérstaklega ekki þegar þú ert með börn. Og þú veist, ég til dæmis, mín elsta dóttir, hún var í mismunandi skólum á hverju ári. Þú veist, það var alltaf, við þurftum alltaf að skipta skóla í byrjun hvers skólaárs, sko. Já, það er gríðarlega margt svona sem að spilar inn í, sko, það þetta öryggisleysi. Akkurat, og þetta einmitt, sko, það sem alltaf, þetta alltaf það sem talað á Íslandi, það að allir vilji kaupa. En þá spyrir maður þessi svolítið, sko, hvort koma undan hænan eða ekki, sko, þú veist, að því að leigumarkaðurinn á Íslandi náttúrulega skelfilegur. Og þú ert einhvern veginn algjörlega upp á náð leigusalans komið, þú veist, og að þetta ekki staðan í löndunum í kringum okkur. Eins og ef við skoðum Svíþjóð til dæmis, þessi dæmi, það hvert einasta sveitarfélag með sitt eigið byggingafélag sem bara byggir og leigir út. Og Vínaborg þar hvað var það, 60% alls húsnæðis er félagslegt. Þannig að þetta náttúrulega það sem við þurfum og það einmitt okkar skoðun, sko, að ef að leigumarkaðurinn á Íslandi væri eðlilegur, að þá væru ekkert allir að drífa sig að skella sér í lífstíðar skuldafangelsi við bankann, sko. Því að það kannski ekkert ákjóð sem við heldur, sko. Já, það sem ég vildi sagt, viltu segja eitthvað meira? Það kannski ákvæmt fyrirgefn, ef ég truflaði aðeins, þá náttúrulega þetta líka málið með að hlutfall félagslegs húsnæðis, að því nú náttúrulega stefna Reykjavíkurborgar bara að halda þessu að 5% félagslegt húsnæði sem náttúrulega bara sorglega lágt hlutfall. Já. Og biðlistinn til dæmis eftir félagslegu húsnæði er náttúrulega gríðarlega langur eins og við vitum, það einhver 100 manns sem eru á biðlista og það bara fólki sem er samþykkt, fær samþykkt að komast inn á listan, þannig að það eru raun og veru miklu fleiri sem eru í þörf fyrir þetta húsnæði og eins og ég var að nefna áðan þá náttúrulega þetta ekki bara spurning fjárhag, heldur líka öryggið. Já. Og þú veist, nú þarftu að uppfylla viss skilyrði náttúrulega að vera nógu tekjulágt til þess að komast inn á listan. En það er náttúrulega margt annað sem spilar inn í, þú veist, til dæmis svo bara greiðslubyrði og annað slíkt sem eitthvað horft til en náttúrulega ekki bara nógu mikið. En það einmitt þetta að sko, prósentan sé miklu hærri í löndunum í kringum okkur. Og það náttúrulega viðurkenning á þessu að náttúrulega fjárhagur eitthvað sem kannski ekkert alltaf stöðugt fyrirbæri. Þú veist, þú ert náttúrulega, þú veist, og eins og bara við erum að horfa á núna að stöðuleiki á fjárhag við fólki náttúrulega bara gríðarlega viðkvæmur og getur einmitt bara með einum veirufaraldri til dæmis snúið öll á hvolf eða hruni eða hvað það var sem var áður. Síðan þetta líka, sko, á Íslandi, þá alltaf horft til þess að félagslegt húsnæði sé eingöngu fyrir þá sem eru í neyð. En það ekki staðreyndin annars staðar heldur, sko. Það getur verið bara venjulegur einstaklingur sem vill bara fá að búa í öruggu húsnæði sem kostar ekki ógeðslega mikið og þar leiðandi ferðu bara biðlista eftir félagslegu húsnæði. Já, þú sérst ekki endilega, sko, að búa við fátækt, heldur sérst bara, þú veist, svona í kannski lægri tekjumörkum. Og svona, þú veist, eins og ég segi, bara verkamaður til dæmis sem að,
En þetta einmitt, þetta ég hef alltaf sagt, sko, þetta leiðilegt orð, en þetta svona viss aumingjasamkeppni, að komast inn, til dæmis, bara að fá náðarsamlega stað leigja hjá félagsbústöðum, að þú þurfir að vera með, sko, það, því meiri vandamál sem þú ert með, því færri punktafærður, sko, þetta náttúrulega bara absúrt, að það sé einhvern veginn bara þess vegna segi ég, aumingjasamkeppni innan stóra gæsalappa, því að náttúrulega við vitum að fátækt náttúrulega ekki aumingjaskapur. En okkur látið líða þannig, að við þurfum að hafa það nógu slæmt til þess að komast inn. Og þetta náttúrulega bara, það alltaf verið að setja okkur aumingjana einhvern veginn í einhverja gryfju, þar sem við eigum að slást bitana sem falla af borðinu, sko. Akkurat. Algjörlega óþolandi ástand, sjálfsögðu. Í staðinn fyrir að þetta sé eitthvað sem réttindi og bara, ætti náttúrulega bara alltaf að vera nóg af húsnæði, þannig að það þurfti ekki að vera, ég meina það að séu alltaf mörg hundruð manns á biðlista náttúrulega bara ekkert eðlilegt ástand. Það náttúrulega algjörlega fáránlegt og það var einmitt ein af hugmyndunum okkar varðandi svona byggingafélag væri þá að Reykjavíkurborg myndi bara byggja mikið og bara búa til pínu offramboð af því að húsnæði náttúrulega forsenda velferðar, eins og við vitum. Algjörlega. Og það bara fáránlegt að það sé alltaf einhver skortstaða á húsnæði og þar leiðandi þessi leiga, upp úr öllu valdi og þessi getur líka farið inn á það, náttúrulega auðvitað ætti bara að vera stjórn á hvað leiga má vera, sko. En það er svo sem annað mál, en þetta var sem sagt pælingin að Reykjavíkurborg myndi bara búa til offramboð. Allir komist í hús. Eigum við að ræða aðeins félagsbústaði kannski nánar? Já. Það sem er nú með þig hjá mér. Við höfum lagt fram fullt af tillögum sem tengist félagsbústöðum og alls konar og eins sem við lögðum fram núna daginn varðandi viðbrögð við þessum blessaða faraldri. Þar sem við lögðum til að leiga næstu 2 mánuði yrði einfaldlega felld niður, ekki frestað. Ekki þannig að fólk þurfti að díla við eitthvað uppsafna kjaftaði seinna, heldur bara næstu 2 mánuðinni, þá yrði leigan bara felld niður og eftir 2 mánuði yrði síðan bara tekin staðan aftur og ákvörðun tekin í framhaldi framlengingu eða ekki. Hefurðu einhverja skoðun eða ertu með einhverja hugmyndir hvað væri hægt að gera fyrir félagsbústaði? Já, sko það náttúrulega af því ég sit þarna fyrir hönd sósíalista, við náttúrulega höfum sett athugasemdir og erum náttúrulega bara gegn þessu rekstrar fyrirkomulagi að félagsbústaðir séu í raun og veru enga hlutafélag á vegum Reykjavíkurborgar. Þegar náttúrulega Reykjavíkurborg náttúrulega réttmætur eigandi félagsbústaða, þannig að það náttúrulega svolítið Reykjavíkurborgar að einmitt taka þessa ákvörðun að fella niður leigu, af því að félagsbústaðir náttúrulega eiga þeir eru svona óhagnaðardrifið félag, þannig í raun og veru það leigutekjur sem eru að reka félagið, sem náttúrulega mjög óheppilegt fyrirkomulag líka, Við rekum félagslega kerfið okkar eingöngu á bakinu á þeim sem að þurfa að nota félagslega húsnæðiskerfið okkar. Já, þetta náttúrulega, já, það er það. Þetta náttúrulega bara stór galli og svo eru náttúrulega aðstoðin fer fram í gegnum húsaleigubætur, þannig að það náttúrulega reiknast bara eftir tekjum einstaklinga, en svo reyndar því miður náttúrulega er bara húsaleigubóta kerfið okkar svo gallað. Þannig að þó að það fari eftir tekjum þá er þak á þeim til dæmis, þannig að ef fólk er með mjög lágar tekjur þá samt er það að borga. Ég meina fólk í þeirri stöðu að ég hef lent í þeirri stöðu sjálf að allt í einu var
það sem ég var að borga eftir húsaleigubætur var meir en helmingur af minni innkomu. Já. Og þú veist, það er náttúrulega bara fáránlegt, þú veist, að þú eigir bara einhvern 50.000 kall eftir til þess að, þú veist, borga reikninga og kaupa mat fyrir heila fjölskyldu, það er náttúrulega bara, gengur ekki upp, við sjáum það alveg, sko. Algjörlega. En og það er náttúrulega líka í sambandi við leiguna, fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því að leigan hjá félagsbústöðum, jú, hún er aðeins lægri heldur en gerist það gengur á almennum markaði, en hún er samt há, þetta er alveg, þú veist, fólk er að borga, þú veist, þetta náttúrulega fer allt eftir stærð og íbúðar og fleiru, hvað fólk er að borga, en þetta er alveg 120, 30, 40 upp í 180, 90.000 á mánuði. Sem er náttúrulega töluverður peningur, líka fyrir bara... Sem er bara, já, sem er mikill peningur, sérstaklega ef þú ert þú veist, á lágum launum eða öryrki eða atvinnulaus. Eins og náttúrulega bara staða margra er. Algjörlega. Þannig að já, og svo er náttúrulega, þú veist, við komum kannski aftur að þessu með að því að náttúrulega leigjendur félagsbústaða eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur. Það er, þú veist, þetta er, þú veist, vinnandi fólk, þetta eru öryrkjar, þetta eru námsmenn, ungt fólk sem að kannski kemur úr erfiðum aðstæðum, þetta er bara, þú veist, þetta er mjög breiður hópur. Og það eina sem við eigum í raun og veru öll sameiginlegt er að vera tekjulág. Já. Er að vera með lágar tekjur, af því að það er náttúrulega helsta viðmið, það er að vera undir þessum tekjumörkum sem að er miðað við. Og þannig að, þú veist, það er náttúrulega bara sýnt að þetta er einn fátækasti hópur Reykjavíkur. Þú veist, við erum bara fátækustu íbúarnir í Reykjavík sem erum að leigja hjá félagsbústöðum. Þannig að það er náttúrulega bara nokkuð ljóst að við erum alltaf í strögglinu. Og og svona fyrir utan það að því að líka mörg af okkur koma úr þeim aðstæðum að vera annaðhvort heimilislaus eða í miklu vesenni með að finna okkur heimili. Þú veist, margir hafa verið í hrakningum lengi, þannig er fólk sem hefur komið úr ofbeldi eða öðrum erfiðum aðstæðum. Þannig að það eru mjög margir sem eru líka bara mjög kvíðafullir af því að þeir hafa einmitt erfiða reynslu á bakinu og fleira. Þannig að þannig að þetta er, eins og ég segi, sko, þetta er viðkvæmur hópur. Það var einmitt einn punkturinn í greinagerðinni hjá okkur við okkar tillögu var einfallega þessi að núna væri tími til að sýna smá mennsku og taka í burtu sem sagt þessar áhyggjur bara í smá tíma ofan á allt annað, þá sé fólk ekki að með kvíðan út í maganum að þetta er að koma mánaðamót og slíkt. Já. Og það er líka einmitt það sem að hefur bæst ofan á náttúrulega er að það eru margir í sóttkví af ýmsum ástæðum, margir með undirliggjandi sjúkdóma sem að hefur valdið því að þeir þurfa að vera heima, oft líka með börnin heima og að því að náttúrulega leikskólar og skólar eru með skerta starfsemi og líka náttúrulega sum börn náttúrulega bara í áhættuhópum og foreldrarnir líka, þannig að það er bara, fólk er fast inn á heimilunum og þetta er náttúrulega mjög dýrt. Þú veist, fólk með viðkvæman fjárhag, það þarf allt í einu að einmitt byrgja heimilið upp á matvörum og einmitt vera með bara alla heima 24 tíma á sólarhringi. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, segir sér sjálft að það er meiri ágangur á byrgðir heimilisins þegar allir eru stöðugt heima og þannig að það er náttúrulega eitthvað sem að fólk í viðkvæmur fjárhagsstöðu er með fljótt að finna fyrir. Akkurat. Það er bara allt í einu, þú veist, og sérstaklega þegar COVID kemur upp þarna í rétt eftir byrjun mánaður og svo svona fer ástandið að mér minnir að samgöngubanni hafi verið sett á svona miðjan mánuð. Já. Það er þegar fólk með mjög krappan fjárhag er búið að gera ráðstafanir fyrir mánuðin og allt í einu bara er sá peningur sem hafði áætlað fyrir restina af mánuðinu bara búinn. Já. Þú veist, að því að náttúrulega bara þú þurft að, þú veist, kaupa meira, vera meira heima, jafnvel nýta þér eins og heimsendingaþjónustu og annað slíkt, þannig að bara, já,
og svo einmitt fyrir utan það náttúrulega allar hjálparstofnanir náttúrulega allt í einu lokuðu. Það reynda voru náttúrulega sjálfboðaliðar sem hlupu þar til en það er önnur saga. En það er svona margt sem að hefur sett svona ekstra álag á fólk með erfiða fjárhagsstöðu og það er hópurinn sem að leigir hjá félagsbústöðum. Þannig að þetta væri einmitt eins og held ég tillagan ykkar sagði til að þetta er viðkomur hópur sem að sko, já, ef hann þarf ekki nauðsynlega á því að halda þá allavega myndi að létta á byrðunum sem að þetta veldur. Já, svo sannarlega. Já. Já, nú veit ég hvað ég að segja meira. Viltu bæta ykkur meiru við, Laufey? Nei, það er náttúrulega bara annað að af því nú erum við líka með við erum svona búin að vera að brasta við að stofna félag leigjenda hjá félagsbústöðum. Akkurat. Nú hefur fengið nafnið Blokkin. Blokkin, frábært. Og það er svona við kannski fáum hana Pálu sem er formaður seinna til að koma og tala við okkur. Já. En við höfum aðeins verið að kalla eftir svona reynslusögum og öðru slíku því að það er gríðarlega mikilvægt líka bara að fólk komi og tjái sig. Það er eiginlega það eina sem að svona hefur eitthvað að segja, það er bara að fólk segi frá aðstæðunum sínum. Af því að þetta er rosalega falinn hópur og mikið af fólki sem að bara einmitt skamma sín fyrir aðstæður sínar, getur ekki tjáð sig út af vissum aðstæðum, er með börn og annað slíkt sem að kannski, maður skilur. En það er rosalega mikilvægt bara hvort sem þú ert undir nafni eða ekki að segja frá aðstæðunum. Af því að sko fólki sem er í efstu lögunum að taka ákvarðirnar, það oft gerir sér ekki grein fyrir þeim aðstæðum sem að við hinn erum í. Svolítið forréttindablinda í gangi. Já, mjög oft sko og líka bara svona kerfisblinda, það er oft það er sama hversu góður vilji er oft hjá fólki sem vinnur innan kerfisins að það bara svona, já, verður svona svolítið samdauna kerfinu. Computer says no. Já, akkurat, þannig að það er rosalega mikilvægt að fólk stígi fram og segi frá því sem það er að gangi í gegnum. Og eins og ég segi, það er alveg eins og nú erum við með þetta félag og það er í boði náttúrulega að bara hafa nafnleynd. Þannig að fólk getur komið svona sögum áfram til okkar og og við, unnið úr þeim, bara nota það sem dæmi og fleira. Þannig að það sé ekki þessi svona, já, þannig að við getum aðeins ýtt þeim í andlitið á þeim sem að þurfa að heyra það. Já, akkurat, og það getur líka verið svolítið, hvernig ég orða það, valdeflandi fyrir fólk sennilega að bæði að heyra sögur annara í sömu aðstöðu, fá að vita að þú ert ekki einn og að geta nota þína sögu til þess jafnvel að koma á einhverju raunverulegum breytingum. Þetta er það sem við þurfum. Akkurat. Það er náttúrulega, við erum byltingin, við erum breytingarnar. Algjörlega. Herðu, Laufey Ólafsdóttir, takk fyrir spjallið. Takk fyrir þennan óformlegri þátt af hinni Reykjavík og við vonandi höfum tækifæri til að koma inn á félagsbústaði betur með kannski fleiri leigjendum í framtíðinni. Það væri frábært. Já, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig og takk fyrir áhorfið. Ég heiti Danni og þetta var hinn Reykjavík.